Og svo ræðum við Óskar Bergsson borgarfulltrúa en þess var krafist í dag að hann segði af sér vegna þess að hann hélt móttöku fyrir flokkssystkini sín á kostnað borgarinnar. Óskar Bergsson, formaður borgarráðs, hélt móttöku fyrir 25 flokkssystkini sín í nóvember á kostnað borgarinnar. Fulltrúar minnihluta í forsætisnefnd höfðu gert athugasemd við þessa fyrirætlan Óskars og var brugðið þegar Ólafur F. Magnússon, borgarfulltrúi F-lista, upplýsti á borgarstjórnarfundi í dag að móttakan hefði verið haldin. Ólafur krafðist þess að Óskar segði af sér vegna þessa, en því tók hann fjarri. Óskar Bergsson sestur hjá Þóru Arnórsdóttur. Velkomin Óskar, það er nú dálítið síðan við fjallaðum borgarmál hérna, landsmálin hafa átti okkur allan undanfarið. Byrjum á því að fá allar staðreyndirnar fram. Hvers vegna heldur þið móttöku fyrir 25 sveitarstjórnarmenn Framsóknar, þarna í nóvember? Já, ef þú vilt byrja á því, þá skal ég gera það, en ég held að það veri samt sem áður gott að fara aðeins inn á innslátt Þórhalls það að hvernig málið bara að og hvernig minnihlutin að bregðast málinu núna. Ég þarf þó að koma á því á eftir. Fyrir þá eftir. Byrjum á því að fá það fram hvers vegna þessi móttaka er haldin. Fundar, ég vil taka það fram að þetta var fundur sveitarstjórnarmanna Framsóknarflokksins sem haldin var í tengslum við fjármálaráðstöfun sveitarfélaga. Og ég vildi á þeim tímamótum í raun og veru kalla saman félaga mína í flokknum sem jafnframt eru sveitarstjórnarmenn til þess að gera þeim grein fyrir þessari aðgerðaráætlun sem við erum búin að vinna í borgarstjórn Reykjavíkur, þar sem við erum búin að vera í raun og veru með þverpólitíska samstöðu það með hvaða hætti við bregðumst við þessum breytingum og erfiðleikum í efnahags- og viðskiptalífinu. Þannig að það var í raun og veru tilefni fundarins að við að ég kallaði hópinn til mín og svo lauk þessum fundi sem sagt með móttöku og eftir. Hvað kostaði hún? Hún kostaði tæplega 90.000. Og hvað var boðið upp á? Bara svo það sé að hrauna. Það var boðið upp á létt vín, bjór, góðstrykki og snittur. Þú gerir þér kannski grein fyrir því hvers vegna menn svona setja spurningamerki við þetta vegna þess að þú sem Framsóknarmaður býður þínum flokkssystkinum. Þetta eðlilegt samkvæmt öllum reglum? Þetta alveg eðlilegt samkvæmt reglum og ástæðan fyrir því að þessi hópur verður fyrir valinu ástæðan er sú að þetta eru sveitarstjórnarmenn á vettvangi Framsóknarflokksins og við vorum sem sagt að bera saman bækur okkar við þessar aðstæður. Það eru öll sveitarfélög að glíma við sama vandan út allt land. Reykjavík sýndi ákveðna forystu í haust með því að gera þessa aðgerðaráætlun og vinna þverpólitíska málinu. Þannig að ég var bæði að gera þeim grein fyrir því sem við værum að gera, auk þess að þau voru upplýsa mig það með hvað hætti þau verið að bregðast við ástandinu. Nú segir báðir, beðið að slökka á símanum. Já, fyrirgefðu. Nú segir fulltrúar minnihluta bæði Dagur Bjargeirsson og Svandís Svavarsdóttir að þau hafi gert athugasemd við þessa fyrirætlan í forsætisnefnd þegar var lagður fram listi yfir tilvonandi móttökur og það hafi komið um óvart og hún hafi verið haldin, en vissir þú ekki af þessu mótbárum eða hvers vegna ákvaðst að halda þessu til streitu? Nei, ég vissi það ekki í raun og veru fyrr en í dag vegna þess að það kom ekki fram neinar athugasemdir eða bókanir hjá þeim vegna málsins 4. nóvember þegar móttökur mánaðis voru kynntar fyrir forsætisnefnd. Kom ekkert fram í fundargerðinu? Kom ekkert fram í fundargerðinu og ég var ekki upplýstur það hvorki af þeim né embættismönnum sátu fundin að það hefði verið hreyft stífu mótmæli við málið. Þannig að ég var að heyra það fyrst í dag og það kemur mér nú óvart vegna þess að minnstakosti Vinstri-hreyfingin grænt framboð hefur haldið samskonar móttöku og ég held að það hefði nú reynda bara verið móttaka, ekki fundur. Hvenær var það? Það var 2004 í nóvember og það kann vel að vera að það hafi verið á fleiri, það hafi áður verið á oftar, en ég hef mér til staðfesting á því að það var í nóvember 2004 sem Vinstri-hreyfingin grænt framboð hélt móttöku fyrir sveitarstjórnarmenn VG. Þannig að þess vegna kemur það mér svolítið óvart að borgarfulltrúi sama flokks sé að gera sérstakar athugasemdir við þetta núna og ítreka það að þetta er algjörlega samkvæmt þeim reglum sem gilda í borginni og ég tel að ég hef algjörlega og ég sé algjörlega fara eftir þeim reglum. En Óskar, hvað sem líður reglum á pappír að þá hrundi kerfið og kreppan skall á haustið 2008. Þetta er í nóvember, borgin þarf að draga saman, það þurfa allir að draga saman. Fyrst skrítið að fólk spyrji sig hvers vegna borgarbúar eigi að kosta móttöku, þó að þetta sé ekki nema, þó að þetta sé 90.000 krónur og svo sem haldna stærri veislur, þá er það bara þessi grundvallega regla. Af hverju eiga borgarbúar að borga fyrir einhverja móttöku Framsóknarmanna? Ég kan taka það fram í sambandi við kostnaðinn að kostnaðurinn við fundin er líka innifælinn í þessu, þannig að þetta er starfsfólk, veitingar á fundinum, auk móttökunar, þannig að þetta er í raun og veru... Ég bara segja að það er... Spurningin er, af hverju eiga borgarbúar að borga þetta? Ég er að segja, við erum að halda fundi
á kostnað borgarinnar, við sem gegnum embætti formanns borgarráðs, forseta borgarstjórnar, borgarstjóri og við gerum það við ýmis tilefni. Það koma til okkar ýmis félagasamtök og við höldum fundi og annað. Já, en bara til að svara spurningunni það að við þessar aðstæður sem orðið núna, heimskreppan skollin á og við erum að bregðast í því og menn horfa í hverja krónu, að þá erum við að gera það líka. Og efni fundarins var í raun og veru þrengingarnar í efnahagsmálum sem lauk með þessari móttöku. Og bara til þess að ég upplýsi það hér að borgarstjórn Reykjavíkur hefur dregið úr móttökum og risnukostnaði með 1/3 á árinu 2008. Já, sumir myndi segja að það hefði þá að þetta hefði verið í því. Býtu leið mér aðeins vegna þess að þú segir að það sé alsíða að bjóða félagasamtökum og öðrum. En hvar dregur það mörkin? Þetta vegna þinna persónulegu tengsla sem framsóknarmanns. Geturðu boðið Rótaríklúbbnum, geturðu boðið íþróttafélaginu þínu, geturðu boðið stórfjölskyldunni. Hvar liggja mörkin á því? Er þetta ekki bara mat manna? Hvar siðferðilegu mörkin liggja þó að reglurnar á pappír segja eitt? Í þessu tilviki var þetta hópur sveitarstjórnarmanna sem eru í Framsóknarflokknum og það er bara 10. hluti þeirra sem voru á þessari ráðstefnu. Og þar dreg ég línuna. Ef ég hefði boðið allri ráðstefnunni þá hefði þetta ekki verið 25 manna fundur heldur kannski 250 manna fundur. Þannig að og það hefði kannski heldur þó ekki verið í formi fundar heldur bara í formi móttöku. En þetta var semst fundur, samráðsfundur Framsóknarmanna á sveitarstjórnarstiginu sem lauk með móttökunni. En bara til þess að geta klárað það líka, við erum að skera, að því ég var að segja að við verðum að skera niður í móttökum. Við erum líka að skera niður í öllum launakostnaði. Borgarfulltrúar lækka hjá sér launin. Borgarstjóri hefur lækkað 20% í launin. Já, það er samt fyrir utan þetta mál, Óskar. Og nú, má ég spyrja þig, þetta einhvern tímann í huga, borga þetta bara sjálfur úr því þetta voru ekki nema 90.000? Í raun og veru ekki. Þetta var í raun og veru, ég hef fullar heimildir sem formaður borgarráðs til að halda móttökur á kostnað borgarinnar. En fyrir utan heimildina vegna þess að þetta síst nú mikið bara siðferðilegt mat, hvar mörkin liggja? Þú segir að þetta sé innan þinna marka en það er þá kannski annar að dæma það. Ég tek á móti fólki sem formaður borgarráðs meir og minna oft í viku. Og það er allt frá því að vera í formi viðtala þar sem veitingarnar eru vatnsúpi eða kaffisúpi eða eitthvað slíkt upp í það að vera hádegisverðarfundir eða annað. Þessi fundur var 25 manna fundur og ef ég ætti að hugsa þannig að ég ætti að taka kostnaðinn af þessum fundi þá þarf ég líka að spyrja með því hvort ég á að borga hádegisverðina og annað sem tilheyra í raun og veru starfskyldum formanns borgarráðs í samskiptum við borgarráð. Þetta snýst ekki því sem formann borgarráðs heldur því sem framsóknarmann, ekki satt. Það er að segja að þú velur þennan hóp vegna þess að hann tengist þér persónulega. Og þá er það spurningin hvað embættismaður norska persón eða framsóknarmaður norska persón. Hann tengist mér náttúrulega fyrst og fremst pólitískt í gegnum sveitarstjórnarstigið. Já, en þú velur 10. hluta þar að segja bara þessa flokksmenn af ráðstefninni. Vegna þess að þeir eru samherjar mínir á sveitarstjórnarstiginu. Einmitt. Kæra það ekki fyrir kominu. Mér langar bara rétt til að fá að loka þessu vegna þess að mér finnst alveg sjálfsagt og eðlilegt að koma og greina frá þessu öllu hér og bara þakka fyrir það tækifæri. En það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að við sem gegnum embættum í borgarstjórn Reykjavíkur að við þurfum að hafa heimildir til þess að taka á móti fólki og gera það með sæmilegum myndarskap á þess að það sé neitt brugðl í því og ég held að við verðum að skilja þannig að við munum að sjálfsögðu leið og við gætum fyrsta aðhalds halda áfram að taka á móti fólki hjá Reykjavíkurborg. Takk fyrir komin, Óskar. Takk sem við leiðis.